Jæja, við erum þá mætt aftur og við erum komin með dansgúrúinn Jóhann Gunnar til okkar hérna á sett. Vertu hjartalega velkomin til okkar. Takk fyrir það. Hvernig hvað segirðu, hvernig gengur mótið hjá ykkur? Þetta gengur bara rosalega vel og við byrjum klukkan 10 í morgun Okay. og bara fullt af glæsilegum pörum að dansa og bara gengur ótrúlega vel. Margir áhorfendur sem líka skemmtilegt. Já, þannig að við erum hérna, þið erum hérna í Laugardalshöllinni og það er hægt að koma bara á hver sem er að koma að horfa. Já, það er bara allir velkomnir. Já. Og svo náttúrulega beina útsendingin í kvöld á RÚV. Einmitt. Þannig að þeir sem eiga ekki heima geta hort á dansi í beinni útsendingu í kvöld. Já, einmitt, ég ætla að segja, hún verður hérna einmitt bein útsending frá RÚV frá klukkan 19:45 til 20:50, passar það ekki? Það passar. Einmitt. Og hérna, hvað er svona þitt hlutverk á þessu móti hérna í dag? Í dag, ég sem sagt, mitt hlutverk byrjaði nú fyrir dálítið löngu af því að ég sé að velja alla dómarana á keppnirnar hérna á Íslandi. Okay. Þannig að þegar maður vill fá svona flotta dómara þá þarf maður að panta þá með löngum fyrirvara og bóka flug og allt þetta. Þannig að ég geri það og svo er ég líka kynnir á keppninni í kvöld. Ok, frábært. Og hérna, þetta eru rosa margar tegundir af dansi og í hverju verið að keppa, bara svona að þú getur útskýrt það fyrir? Það er semst verið að keppa í sígildum samkvæmisdönsum og þeir eru 10 samtals og það eru 5 suðurameríski dansar og svo 5 svona það sem við kallum ballroom-dansar eða standarddansar sem er þá vals, tango, foxtrot, vínavals og quickstep. Og það er keppt í yngri flokkunum, þá er stundum bara keppt í einum dansi eða 2 og svo framvegis og eftir þess að þeim verða eldri og flinkari að dansa, þá fá þau fleiri dansa. Okay, og svo er stundum keppt, það verður ekki að þessu sinni reyndar, en stundum er keppt í öllum 10 dönsunum samanlagt. Já, ok. Og hérna sem er líka krefst mikið ræfingar og það er náttúrulega rosalega fjölhæfni að geta keppt í öllum 10 dönsunum. Einmitt. Flest pörin svona þegar þau verða eldri, þau verða annarkvort latíndansarar eða ballroom-dansarar. Já, þannig að þau sérhafa sig kannski meira í annar hvori tegundina. Já, þau gera það svona oftast nær. Okay. En svo eru alltaf einhver pör sem ákveða að taka allt og það voru einmitt sko Adam og Karen Reef kepptu fyrir Íslandsland og urðu fyrstu heimsmeistarar okkar í dansíþróttinni. Einmitt. Og hérna fyrir nokkrum árum eða svo. Já. En þau kepptu einmitt í 10 dönsum. Einmitt, ok. Það er ekkert annað og hérna, veistu hvað eru margir að taka þátt hérna á mótinu hjá okkur? Það eru 251 skráning, bara til þess að vera nákvæmur. Já, ok. Á mótið og sem er bara mjög flott skráning og verður spennandi að sjá hvernig þetta fer allt saman. Einmitt, og þið eru alveg með einhver erlenda þátttakendur? Já, við erum með franskt par þessu sinni og sem eru mjög sterk og ég bara hlakka til að sjá þau. Já. Ég hef ekki séð þau í dálítinn tíma núna, það verður spennandi að sjá þau keppa við íslensku pörin. Já, einmitt ekki svona mikil tilhlökkun líka hjá dönsurunum hérna á Íslandi að fá að kannski keppa við einhver aðra frá útlöndi sem það hefur kannski ekki séð áður eða keppt við áður og... Jú, það er alltaf gaman þegar það voru fleiri pör sem ætluðu að koma. En því miður bara veikindi og annað var þess valdandi að það er eitt par sem er núna. En við höfum átt verið með mjög sterk pör sem hafa keppt hérna og það er alltaf mjög spennandi. Já. Og það er svo gaman fyrir okkar pör að fá sterk pör erlendis frá til þess að keppa hér því við náttúrulega þurfum að fara svolítið mikið til útlanda sjálf. Einmitt. Og það er alveg, einmitt, ekki alveg dansararnir á Íslandi duglegir að fara út og taka þátt á mótum? Mjög. Já. Íslenski dansarar eru mjög duglegir að fara til útlanda og keppa og við höfum líka náð alveg frábærum árangri í danskeppnum á erlendu vettvangi sem að verður bara að segja er eiginlega alveg ótrúlegur miðað við hvað við erum fá á Íslandi. Já, nákvæmlega. Og bæði í þessu sem við köllum barna- og unglinga Blackpool sem er yfirleitt í vikun eftir páska. Og þar hefur við margoft unnið til verðlauna, gull, silfurverðlauna og svo framvegis. Og núna á síðasta ári voru fullorðnu pörin okkar að ná frábærum árangri. Hanna Rún og Nikita, þau voru í efsta sæti í lok ársins á heimslistanum. Og Nico og Sara, þau eruðu heimsmeistarar í sýningadansi. Og svo Alex Gunnarsson og Ekaterina, þau eru í topp 10 í atvinnumannaflokki í ballroom í heiminum. Já, vá. Þannig að þetta er stórkostlegur árangur sem að pörin hafa náð. Magnaður árangur. Hérna einmitt,
bara keppendur eða dansarar sem eru hérna á þessu móti, einhverju svona sérstaklega sem maður á að fylgjast með eða hafa verið einmitt að taka þátt og, já svona, maður vill fylgjast með kannski? Já, það verður náttúrulega rosalega gaman að sjá Söru og Níko dansa hérna heima, þau verða hérna heima í kvöld að dansa. En gaman. Það verður mjög gaman, Já. þau náttúrulega eins og þess að unnu þennan heimsmeistaratitil á síðasta ári. Já. Þannig að það er mjög skemmtilegt. En það sem er svo skemmtilegt við dansin er að þegar þú ert að horfa á dansa þá ertu kannski með 4, 5, 6 pör inn á gólfinu. Einmitt. Og það er bara svo gaman að sjá hvern og einn skína á gólfinu. Þannig maður er kannski ekki mikið að horfa á einhverja einstaklinga, af því þú ert að horfa svolítið á hópana og það er svo gaman og svo er svo gaman að sjá á milli ára hvað pörunum er að fara fram og svo framvegis. Þannig að af því við erum með keppendur undir 7 ára og alveg upp í atvinnumannaflokk. Einmitt. Og náttúrulega að horfa á okkar litlu keppendur, þau eru náttúrulega alveg stórkostleg. Já, þetta er magnað sko, ég bara skil ekki af hverju mamma mín og pabbi sendu mig í dans sko, ég dýrka að horfa að fylgjast með öllum þessum krökkum hérna sko. Það er ennþá tími sko, Já. það er ennþá tími. Þetta er mamma segir þetta líka. Það er ennþá tími. En þetta er nefnilega, og svo er þetta bara, það er svo gaman að horfa á þetta, þetta er rosalega skemmtilegt sjónvarpsefni að horfa á dans. Það er það. Og það var allir skoðunar, mér finnst þessi flottur eða hinn flottur og svo framvegis, þannig að þetta er rosalega skemmtilegt sjónvarpsefni. Nákvæmlega, bara algjörlega sammála því og hérna ég bara hvet alla bara til þess að koma annarkvort hingað eða þá fylgjast með hérna beinni útsendingu á RÚV í kvöld. Ég tek bara heilsugar undir það, það er náttúrulega langt skemmtilegast að sjá þetta í salnum. Já. En þeir sem ekki komast, það geta horft á þetta í útsendingunni á RÚV í kvöld. Algjörlega. Og þetta er svona eina skiptið á árinu sem að við höfum svona mikinn dans í sjónvarpi. Já. Og það er rosalega skemmtilegt. Það er rosa gaman. Það er rosalega skemmtilegt og alltaf mikið áhorf. Já, það er það. Algjörlega, en bara takk hérlega fyrir að koma inn og spjalla aðeins við okkur og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Ok, herðu, hvað var nú næst á dagskrá hjá mér? Jú, það var það. Við fórum aðeins og tókum hérna viðtöl við nokkra dansara hérna áðan, þannig að tjekkum aðeins á því. Hvað er það skemmtilegasta við að keppa? Að dansa, vera með vinum, já, og vinna, já, auðvitað. Jæja, góðan daginn, við erum mættið nú dansæfingu. Já, svo sannarlega. Komið með okkur. Ég kom í gallan. Við hefum átt að setja okkur bókafram. Er upp? Vá, hvað þeir eru fínir. Bergþór, við erum að vera í skó. Ég renn svo mikið í þessum sokkum, sko. Ég er í svo sleipum skó. Þetta er ekki hægt, Margrét. Koma Bergþór! Bergþór, hvað er það? Ég er bara að gefa mig besta, Margrét. Þetta er víst axlið, sko, svona. Íðurlega aðtönd, Margrét. Heyrðu, þetta er Hans Zimmer. Dum-dum. Nei, vinstri. Allir erum við. Ég nota alltaf vitlausan fót í þetta. Ég er ekki í skóm. Ertu að reyna að stíga á mig? Við getum gert þetta. Er það samt eða? Nei. Já, bara 100%, já. Hliðar saman. Vel gert. Það ekki það? Krossa fyrir aftan. Hinn fótinn. Hinn vinstri. Þú ert að spegla það sem ég er að gera. Já, rétt. Hliðar saman. Hliðar. Og svo stíguru. Og svo byrjum við nýtt. Svo stíguru þennan hérna fót. Fyrir utan mig. Ok. Þannig að við erum búin með já, hingað. Hinn fótinn. Hinn fótinn. Já, nei. Hvað segir? Já, þið byrjið svona. Byrja svona. Já. Nei, já. Ó,
Þau eru að kynblandast hana, kynorkuna Og svo- svo í svo miklu. Og svona. Við erum bara að fara, nei þau eru þarna sko. Við ættum að vera þarna líka, Margrét. Nei, ekki. Þau eru að koma. Okkar er æðið. Ég hætti að dansa með Bergþóri, hann var ekki nógu góður fyrir mig. Sem þú gerir eitt hérna, hvað þú snúa þér hérna